var það ekki þannig? Vorum við ekki búin að setja þetta upp einhvern veginn þannig? Kannski fullt nálægt mér? Nei. Takk, Jesus. Halleluja. Ok. Ert þú góður, Aron, eða? Allir góðir? Árni, ert þú? Geggjað. Amen, rísum á fætur og lofum hann. Já, það kalt en klöppum saman. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Praise when I'm down. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. The praise is water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Takk Jesus, halleluja. Velkomin á samkomu í dag. Hverjir eru glaðir að vera mættir í hús Guðs? Já, amen. En hinn réttláti mun lifa fyrir trú sína, Habakúk 2:4. Það svo magnað þegar Guð segir að við lifum af því að við erum í honum, halleluja. Það svo magnað að finna fyrir því þegar Guð innra með okkur og þegar lífið hérna inni. Lífið ekki þessi veröld, lífið það sem andlegt, halleluja. Og það svo gott að koma saman á samkomu og lofa hann sem að lífið snýst halleluja. Við erum svo vel, við erum bara þakklátt fyrir að Guð með okkur í dag. Praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. Text it. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, syngju saman. To praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're truth. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're truth. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise
Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Halleluja. Amen. Takk Jesus. Gaman að sjá okkur hér í dag. Halleluja. Við ætlum að lofa okkur í dag. Halleluja. And honor, glory and power unto our God, forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Oh, hallelujah, hallelujah. Trust in your name, Jesus. Nothing to fear, and you're here with us, Jesus. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God, forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Oh, hallelujah, hallelujah. God reigns.
'cause our God, He reigns forever. Our God is in control, steadfast, unmovable, nothing's impossible, 'cause our God, He reigns. Hallelujah, hallelujah, our God, He reigns. Hallelujah, hallelujah, our God is in control, steadfast, unmovable, nothing's impossible, 'cause our God, He reigns forever. Our God is in control, steadfast, unmovable, nothing's impossible, 'cause our God, He reigns. Heilagur ertu Jesus, Halleluja. Takk Jesus, halleluja, við lofum þig drottin. Við tegnum þitt nafn drottin Jesus. Við þökkum þig fyrir að þú ert trúr og sannur. Halleluja, þú ert trúr og sannur Guð, halleluja. Við skulum lofa drottin í dag, halleluja. Ekki vera feimin að gefa honum dýrð, því að hann sá sem ræður öllu, hefur allt vald á himn og jörð. Helgist þitt nafn drottin Jesus. Ég lofa þitt nafn og ég þakka þér fyrir trúfestina. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before
Ég bið að stíga inn í aðstæðu, drottinn Jesús. Helgist þér nafn, drottinn, ég bið þess að við möttum lofsyngja þér dag og nótt. Halleluja. Heilagur ertu. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Takk Jesus, halleluja. Hann verðugur þess alls, halleluja. Það skiptir ekki máli hvað gengur á í lífi okkar. Hann verðugur alltaf. Það ekki bara stundum og það ekki bara hér og þar. Þegar gengur erfiðlega, þegar gengur allt í lyndi, þá hann verðugur. Má ég heyra amen? Hann alltaf verðugur. Halleluja. Hann trúr. Við erum ekkert endilega alltaf rétt. Eða við erum eiginlega bara mjög sjaldan rétt. Hann alltaf réttur. Má ég heyra amen? Af því að hann stendur stöðugur, skiptir ekki máli hvað gerist eða hvað það hann stendur stöðugur. Það eru við sem hlaupum til og frá. Hann alltaf trúfastur og réttur. Halleluja, við ætlum að syngja hérna annan lag sem heitir Goodness of God. Takk Jesus, og endilega bara lofið Guð með okkur, lokiðu augunum og leyfið bara orðunum að tala. Of the goodness of God.
notum bara röddin okkar og tölum bara svona yfirvegað. Það ekki ástæðulausu að mamma kallaði mig himmilúður. Hún fór með mig til eyrnalæknis því ég tala alltaf svo hátt. En það hefur nýst mér í götutrúboði í gegnum ævina. Ég ætla að lesa fyrir ykkur vers hérna. Lærisveinunum brá mjög við orð Jesú. Þetta Markus 10:24. Þeim brá við orð Jesú. Og ef þér hefur ekki ennþá brugðið við orð Jesú, þá hefur þið sennilega aldrei mætt honum. Því að holdið okkar það bregður. Og þegar við erum að tala um að gefa og taka upp fórn, þá bregður okkur stundum. Hvað núna? Hvað á að fara að gera núna? En þetta í samhenginu þegar ungu maður kemur til hans og segir, hvað þarf ég að gera til þess að eignast eilíft líf? Og svo við könnustu þessa frásögn, það auðveldara fyrir úlfald að fara í gegnum nálaru en að auðmann að komast inn í Guðsríki. Hann klikkaði henni bláði, spurningi var svo vitlaus, hvað þarf þetta að gera? Biblía segir, trú þú aðeins. Jesús búinn að gera þetta. Síðan býður okkur hann inn í þetta líf með sér og textin hann heldur áfram og þeir eru bara furðulosnir og Jesús horfði á það og sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en fyrir Guð megnar allt. Og með þess að Páll, Pétur þarna, hann segir, hann byrjar að segja við hann sko, en við yfirgáfum allt. Við yfirgáfum allt. Og Jesús svaraði honum, sannarlega segi þér að enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn, akra, vegna mín og fagnaðarerindisins án þess að fá 100-falt aftur nú, á þessum tíma. Heimili, bræður, systur, mæður, börn, akra, jafnframt ofsóknum og hinum komandi heimi eilíft líf. Charlie Kirk gaf allt. Ungu maður sem byrjaði samtök 18 ára gamall, sett upp tjald í háskólum, sanniði fyrir mér að ég hafi rangt fyrir mér. Svo vildi hann bara samræður. Af því að trúin hans var það sem hann talaði út frá. En þeir gátu ekki hlusta á orðin hans. Það er að þakka hann. En það er einmitt verið að jarðaförun hans í dag og við bara blessum fjölskyldu hans og börnin hans og ef þú hefur ekki heyrt hann þá er alveg tími til komin að setja nokkur YouTube í gang og hlusta á mannin því að einstakur Guðsmaður. Og þetta heitir Píslavottur. En við skulum undirbúa hjarta okkar og við ætlum að gefa inn í Guðsríkið af því að við fáum það alltaf tilbaka. Og hann að bjóða okkur inn í þetta líf. Að þetta líf með Jesú. Amen. Faðir, við þökkum fyrir þitt orð. Takk fyrir að fá að koma saman hér í dag. Fá að lyfta upp nafnið þínu, Jesús. Drottið, við bara lyftum upp fjölskyldu Charlie Kirk og samtökunum Turning Point í USA og við biðjum þína blessun. Alveg eins og þú segir í orðinu, það er enginn sem hefur gefið eitthvað fagnaðarerindisins vegna sem fær það ekki núna. 100-falt. Faðir, við biðjum að margir mættu rísa upp. Rísa upp úr lognmollu, að fara að kjarkurinn og hugdirskan fara að láta á sjá, að hún fara að láta bera á sér, að við séum ekki hrædd fyrir að tala fyrir þig, Jesús. En Drottinn, ég biðjum að blessa einn og sérhvern sem gefur hér í dag, til þess að við mættum flytja fagnaðarerindið og halda þínu verki áfram. Drottinn Guð, með vikan framundan vera blessuð fyrir einn og sérhvern. Ég biðjum að opna tækifæri til vitnisburðar. Ég biðjum að velvilji þinn, að góðvild þín og velvild, hún bara elti okkur uppi. Alveg eins og við vorum að syngja og segir í Sálmi 23, að það sem að sálmurinn segja að náð þín og miskun fylgi okkur.
að þú ert eins og eldirhellir á eftir okkur til þess að bjóða okkur inn í þetta líf með þér. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Amen. Við ætlum að halda um að lofa Guð. Meðan við blessum Guð með þjarmunum okkar, þá bara blessu Guð áfram. Every man bow down and say you are king. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. I just want to be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yes, the world.
just want you. I 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 just want you. Nobody else will do. Nobody else will do. I just want you. 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 Nobody else will do. Nobody else will do. I just want you. I just want you. I just want you. Just want you. I 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 just want you. Nobody else will do. Nobody else will do. I just want you. 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 Nobody else will do. Nobody else will do. I just want you. 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 Nobody else will do. Nobody else will do. Just want you. Just want you. Just want you. I just want you. I just want you. Just want you. I just want you. I just want you. Just want you. Just want you. Just want you. Nobody else will do. Nobody else will do. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Helgisteinn af drottinn. Við viljum bara dvelja í þér, drottinn. Við viljum vexa með þér, drottinn. Ég þakka þér fyrir, drottinn minn, að þú ert hér í dag. Þú ert hér í dag, drottinn Jesús. Snertu hjörtu hér í dag. Ég bið þig, drottinn Jesús. Helgisteinn af Jesús. Við okkur að finna þú ert almannlegur, drottinn Jesús. Heilagur. Ég á mér von sem hefur birst í réttlæti og blóði
sæti, saklaus við hans ásæti. Heilaga drottinn Jesús. Ég lofa þér nafn drottinn. Amen. Takk Jesús. Halleluja. Dásamlegt. Það er gott að vera í húsi Guðs í dag. Má ég heyra amen. Nú eru Sipp og Alli, þau eru í fríi. Ég er alveg viss að þessu að horfa svo við ætlum aðeins að slökka á myndavélum og nei, ég er að tjóka. Við erum komin á þann stað í sangkomunni sem við ætlum að breyta til. Af því að Gugga Lísa okkar var að gefa út nýjan disk. Yay! Og hún ætlar að koma hérna upp á pall. Og hún náttúrulega, við vitum öll að Gugga er náttúrulega einstök söngkona og búin að gera fullt af lögum líka. Og við ætlum að bjóða hann á svið hérna og hún ætlar að taka, er það ekki allavega eitt lag, var það ekki? Allavega eitt. Það er bara að bjóða hann velkomin og gefa hann gott klapp. Meðan hún er að koma sér fyrir, þá ætlum við að klappa fyrir hljómsveitinni sem er að fara af. Ertu að taka mynd eða mæk? Hilmar, ert þú að tólka í þennan eða þennan? Callum, are you using this? No. Okay. Já, bara... Ég er bara svífandi eftir þessa lofgjörð. Ef ekki að klappa einu sinni bara fyrir þessu fólki hérna. Af því þetta snýst það að gefa sig sem lifandi fórn. Og það er oft sem að við reynum að flýja það. Hilmar, getur þú túlkað þetta eða eða einhver? She was just saying that
we're supposed to give ourselves as a living sacrifice. And like she was so blessed in the worship. Yeah, já. Ég var svo blessuð og það sem að Jóhanna sagði líka að sko við erum oft einhvers staðar allt annars staðar en Drottinn alltaf hér, hann alltaf hjá okkur, hann alltaf með okkur. I was so blessed with also what Johanna said that we might be, our minds might be drifting, but the Lord is always here. He's always with us. He's always present. Og ég hef oft verið í baráttu við þessa köllun sem ég hef frá Guði. Af því að mér finnst ég oft á tíðum ekki, já, eins og margir hafi kannski upplifað, okkur finnst við bara ekki vera nóg. Like many of us, we've experienced like we're not enough. Við höfum ekki neitt til að gera eða gefa. We don't feel like we have anything to give. En það akkurat staðurinn sem Guð vill að við séum á. But that's exactly the place where God wants you to be. Þegar við erum ekkert, When we are nothing, þá hann allt. then He's everything. Og hann alltaf með okkur. And He's always with us. Og við getum horft tilbaka And we can look behind us í fortíðina into our past. og við sjáum að hann var alltaf þarna. And we can see He was always there. Og við þurfum bara stundum að fara nokkur sinnum í kringum, hvað maður segja, í kringum heitan graut. Sometimes we're like a cat walking around the hot porridge. Og við þurfum alltaf að gangi gegnum kannski sama hlutin aftur og aftur. And sometimes we repeat going through the same scenario again and again Þangað til until að við náum þessu that we kind of get it og við þurfum bara að gefast upp. and we surrender. Og við þurfum bara að segja já, Drottinn. And we just say, yes, Lord. Takk fyrir það sem þú hefur gert fyrir mig. Thank you for what you've done for me. Takk fyrir að vera alltaf með mér. Thank you for always being with me. Fyrirgefðu mér þegar ég bregst Forgive me when I fail og hjálpaðu mér að ganga þessa göngu and help me to walk your walk eins og þú vilt. as you want. Ég gef mér sem heilaga lifandi fórn í dag. I come before you as a holy living sacrifice. Eru þið til í þetta? Are you ready for this? Þetta lag snýst svolítið þetta. And this song is kind of about this. Þegar ég var að berjast í það, þetta alltaf stundum svolítið svona barátta við það sem að þú hefur fengið að gjöf. It's about this, you know, it's kind of like my fight, actually fighting the gift that God has given me. Já, og bara, Guð, hvað, ertu í alveg að segja mér að gera þetta? Og hérna, já, ég reyna að flýja. God, is it really you that want me to do this? And so often I flee, Eins og Jónas, like Jonah and the og whale. við höfum örugglega upplifað þetta flest hérna. Most of us have experienced Að okkur like langar bara that. að hlaupa í burtu frá því sem að, We just want to run away from the things of God. já, og því sem við finnum að við eigum að gera. And actually what you sense and know that you're supposed to do. Drottinn gaf mér þennan texta í gegnum vinkonu mína, God gave me these lyrics through my friend. Ragnheiður Guðmundsdóttir, Her name is Ragnheiður Guðmundsdóttir. og þetta lag kom bara flæðandi og ég bara tók við þessu frá Guði. And this song kind of just streamed from heaven, and I just received it. Svo ég blessi ykkur í dag og ég hvet ykkur að gefa Guði bara allt og sama hvort ykkur finnist að vera make a sense eða ekki. I just encourage you to go ahead and do what God puts on your heart, even if it doesn't make sense for you or not. Og bara stíga út í trú og óttaleysi. Take the step of faith and don't be fearful. Og ég að gera það akkurat núna. And that's what I'm doing right now. Guð blessi ykkur. God bless you. Heyrist í þessu eða?
bergmáli forstíðar minnar finn ég fyrir þér. Það breytir engu þó ég reyni að flýja. Kafi dýpstu klífi hæstu tinda því þú ert alltaf þar með mér og þú ert alltaf þar með mér. Í bergmáli forstíðar minnar finn ég fyrir þér. Það breytir engu þó ég reyni að flýja. Kafi dýpstu höfn, klífi hæstu tinda því þú ert alltaf þar með mér og þú ert alltaf þar með mér. Þú ert alltaf þar með mér. Þú ert alltaf þar með mér. Takk fyrir. Guð signi þig. So we would like to encourage you as a body to invest in the CD, the LP that Gugu's produced. Við viljum hvetja ykkur hér í þessu söfnuð að fjárfesta í því sem hún var að gefa út. One of the body anointed, called by God. Þetta ein af okkur í líkamanum sem kölluð á Guði til þess að gera það sem hún að gera. Blessing us by exercising and using her gifting. Og hún að blessa okkur þar sem hún að æfa sig í því að nota eða koma fram með sína gjöf. The best thing we can do as a body is get behind her and support her. Og það besta sem við getum gert sem líkami Krists að standa við bakið á henni og styðja við hana. So I encourage you to download the songs on Spotify. Og ég hveti ykkur til þess að hvort sem þið halið þessu niður á Spotify eða hvernig þið nálgist efnið hennar. And she's got some lovely albums, LPs, CDs and that for sale if you want to buy one of those for gifts. Hún með vínilplötur og geisladiska hér til sölu líka. Ef þið viljið gefa gjafir. You can always buy them to bless someone else as a method of evangelism. Þú getur alltaf keypt þetta efni og til þess að blessa aðra sem trúboð. So, thank you. Be blessed. Takk fyrir þetta, Gugga, og blessi þig. And wasn't it a wonderful time of worship? Var þetta ekki dásamleg lofgjörastund? Amen. Thank you, God. Thank you, God. Well, we're going to hear a little bit from Gunnar. He's going to pray for us and share a little bit of what's on his heart. Við ætlum að And then heyra we'll get into the word. frá Gunnari og hann ætlar að blessa okkur og biðja fyrir orðinu. Amen. Það
Það kom til mín núna í vikunni þegar við vorum að hafa með heimahóp. This just came to me as we were having our home group Það Jeremía 1:5. in Jeremiah 1:5. Þetta þegar að Guð kallaði Jeremía í fyrsta kafla. This is when God was calling Jeremiah in the first chapter. Áður en ég mótaði þig í móðurlífi valdi ég þig. Áður en þú fæddist helgaði ég þig og ákvað að þú yrðir spámaður fyrir þjóðirnar. Before I formed you in the belly, I knew you, and before you came forth out of the womb, I sanctified you and I ordained you a prophet unto the nations. Amen. Þannig að þetta engin tilviljun eitthvað að þú sért hérna í dag eða þú sért kristinn yfir höfuð, sko. Það engin tilviljun sorry, there's no, sorry, I have to, okay, switch. There's no, it's not by accident that you're here today. Guð var búinn að útvelja þig áður en þú valdir hann. God had ordained you before you chose him. Jesús sagði í Jóhannes í Guðspjalli 15:16. In John 15:16, Jesus said, Ekki var það þið sem útvaldu mig, heldur var það ég sem útvaldi ykkur til þess að fara út og bara mikinn ávöxt. Þetta sagði Jesús. You haven't chosen me, but I have chosen you and ordained that you should go out and bear much fruit. Og Páll sagði líka þetta sama. Páll segir í Galatabréfinu 1:15. In Galatians 1:15, þá var Páll að vísa í þennan spádóm sem Guð talaði fyrir Jeremía. Páll var að vitna í það í Galatabréfinu. And here Paul is actually referencing the prophecy in Jeremiah. Veitu þetta var? Já, áður en Guð sem var búinn að útvelja mig í móðurlífinu af náð sinni þóknast af náð sinni. It says, before I formed you in the womb and called me by his grace. Allt fyrir náð. All for grace. Við höfum ekkert gert til þess að verðskulda það að Guð kallaði okkur að við myndum koma til hans sem börnin hans. Við vorum ekkert búin að gera neitt fyrir það. Hann bara kallaði okkur. We haven't done anything or performed anything to be worthy of being his children. He just called us. Þess vegna köllum við kristin trúna, okkar trú, náðarboðskap. Þetta allt gert bara fyrir náð. That's why we call our belief system or our faith is everything by grace. Og þú sér þetta út allstaðar í ritningunni. Þú sér þetta með Móse. You see it all over the scriptures, even through Moses. Hann til dæmis, hann var 80 ára gamall, fertugur þegar Guð kallaði hann úr Egyptalandi. He was about 40 years old when God called him out of Egypt. Hann var bara að passa geitur. He was just watching goats. Hann var nú ekki að gera mikið, hann var bara, og Guð kallaði hann, sýndi honum bara sýn. It didn't look like much, but God just visited him in a vision. Allt bara fyrir náð. All for grace. Sama með Abraham. Same with Abraham. Þannig að þú sér þetta út allstaðar í ritningunni. This is all over scripture. Enga tilviljanir í Guði þar sem hann var búinn að útvelja þig áður. There's no happenstance because he had called you and ordained you in your mother's womb. Þannig að þú hafa þetta með þér í vikunni. Það ekki tilviljan þú sért kristinn eða eitthvað svoleiðis. Hann var búinn að útvelja þig. You can carry this with you into the week that this is no accident that you are a Christian. He had already ordained and called you. Amen. Takk Jesus að við fáum að koma saman og lyfta þér upp, Drottinn minn. Ég þakka þér að Thank you, Jesus, that we can come together and lift up your name. Ég þakka þér, Jesus, fyrir það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni. Þar ert þú mitt á meðal, Drottinn minn. I thank you that where 2 or 3 are gathered together, there you are in the midst. Þú ert vegurinn, þú ert sannleikurinn og þú ert lífið. Það kemst enginn til föðurins nema fyrir þig, Jesus. You are the way, the truth, and the life, and nobody can come to the Father unless through you. Og ég bara bið, Jesus, að við sem kirkja megum bara vexa með þig, Drottinn minn. And I pray as we as a body of a church that we may worship you. Því að það engin tilgangur að vera með kirkju ef að þú fær ekki dýrðina, Jesus. Because there's no point of being a church if you don't receive all the glory. Þetta snýst allt til það sem þú gerir á krossinu. Þú ert verður, Drottinn minn, að fá alla dýrðina, Jesus. Sama hvernig okkur líður þá þú alltaf skilja alla dýrðina, Jesus. Because it's all about you. The glory all belongs to you. It always has everything is
towards you. Og ég bið fyrir Kalum drottinn minn þegar að hann fer að tala. Ég bið fyrir þú smyr varir hans á tungu drottinn minn. I pray for Callum as for his preaching, that you anoint his lips and his tongue. Og ég bið líka fyrir Hilmari drottinn minn þegar að hann túlkar. And I Þú smyrðu varir hans á tungu drottinn minn. I pray for Hilmar as he's interpreting, that you anoint his lips and his tongues. Og við bara biðum þess drottinn minn að núna í komandi viku að við gefum þér alla dýrðina. Í Jesu nafni. Amen. And I pray that through this week we will give you all the glory. In Jesus' name, amen. Thank you, Gunnar. It's always amazing when God confirms what you're going to say. Það gaman þegar Guð staðfestir akkurat það sem ég ætlaði að tala. Amen. Let's pray, brother. Heavenly Father, we thank you for this day. Drottinn, við þökkum fyrir þennan dag. We thank you that you know exactly what's going to happen here today. Þú veist nákvæmlega hvað mun gerast hér í dag. You knew exactly the words that would be said, the songs that would be sung, Þú veist nákvæmlega orðin og söngvana sem yrðu sungnir and the word you've put on my heart. og orðið sem þú lagðir mér á hjarta. As Gunnar prayed, Lord, just touch our lips with your coal, Eins og Gunnar bað snertu varir okkar með þinni köllun. that we would only speak what you once said, Að við tölum bara það sem þú vilt að sagt sé. and in the manner in which you want it said. Á þann hátt sem þú vilt að sé tala fram. As Charles Spurgeon said, we set ourselves on fire. Eins og Charles Spurgeon orðaði það, við skökum eldin innra með okkur. For you today. Fyrir þig í dag. In Jesus' name. Í Jesu nafni. Amen. 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 Isn't it amazing that we are purchased, procured, bought, ransomed, redeemed, saved, chosen, before we were even formed in our mother's wombs? Þetta ekki alveg magnað að við vorum útvalin, við vorum kölluð, við vorum frátekin, allt áður en við vorum mótuð í móðurkviði. The fact that you're sitting here today is not a mystery nor a surprise for God. Þetta ekki einhver hending að þú sitir hér eða þetta eitthvað óvart frammi fyrir Guði. Not even close. Kemst ekki hálfkvist við það. He knew exactly who was going to be here today. Hann vissi nákvæmlega að þú yrðir hér í dag. So, the title of my sermon today is The Fullness of Christ. Og titillinn á ræðu minn í dag fullnustan í Kristi. If we understand that everything has been done for us, that we're here because God has chosen and ordained and set us on fire for Him, He's plucked us from the miry clay, He's taken us from the darkness into the light, and He knows us, every hair on our head, every thought we have. Ef við skiljum það að Guð hefur tekið okkur út úr myrkrun inn í ljósið, út úr drullupollunum inn í hans dýrð, og hann hefur gert þetta allt fyrir eða áður, God's going to dangle a carrot in front of us today. þá þarf Guð ekki að vera dingleikur í gulrót fyrir framan okkur í dag. The question is, do you want it? Spurningin viltu þetta? Only you and Him can answer that. Það aðeins milli þín og Guðs sem að svarið kemur. In the middle of worship, God led me to Matthew 13. Í miðri lofgjörðinni hér áðan að þá myndi Guð mig á Mattheus 13. kapla, Verse 44, í versi 44, there's two parables in a row. og þarna koma tvær dæmisögur í röð. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, Líkt himnaríki fjársjóð sem fólgin var í jörðu, which a man found and covered up. og maður fann og leyndi. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys the field. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. So you find a treasure Þú finnur fjársjóð in a field, á akri, and he deems it's worthy to sell every single thing he has to go and buy that field. og hann metur sem svo að það þessi virði að selja allar eigur sínar til þess að kaupa þennan akur. Isn't that amazing? Það ekki alveg undravert? And God has done that for us. Og Guð hefur gert nákvæmlega þetta fyrir okkur. He sent his only begotten son, Hann sendi sinn eingetinn son, that whoever believes in him að hver sem trúir á hann shall not perish but have eternal life. mun ekki glatast heldur eiga eilíft líf. He paid the wages of our debt, of our sin, Hann
greiddi gjald syndarinnar. On the cross, he paid the price to gain us a vital treasure for God. Á krossinu greiddi hann gjaldið til þess að kaupa okkur sem líð sér til handa. So in God's eyes, we are a precious, precious, precious treasure. Í augum Guðs að þá erum við mjög svo dýrmætur fjársjóður. So much so, he didn't even withhold his son. Hann hélt ekki aftur syni sínum. He sent him to buy us, to ransom us. Hann sendi hann til þess að endurleysa okkur, að kaupa okkur tilbaka. So what would we be willing to give to buy the fullness of Christ? Og hvað erum við til að leggja í sölunda þess að eignast fullnustuna í Kristi? He's given everything for us. Hann hefur gefið allt okkur til handa, Everything. allt saman. What are we willing to give? Hvað erum við tilbúin að gefa upp? The second parable follows in verse 47. Og í versi 47 næsta dæmisaga. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. En himnaríki líkt neti sem lagt í sjó og safnar allskyns fiski. Who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Verse 46. 46. Ok, já, fyrirgefðu. En himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum. Fyrirgefðu, ég fór aðeins svo langt. Og hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann og seldi allt sem hann átti og keypti hana. You see, can we say, as the psalmist says in Psalm 16, verse 5, Getum við sagt eins og Sálmur 16, vers 5, the Lord is my chosen portion and my cup. Drottin hlutskipti mitt og minn afmældi bikar. You hold my lot. Þú heldur uppi hlut mínum. The lines have formed for me in pleasant places. Mér fjalli að erða hlut indælir staðir. Indeed, I have a beautiful inheritance. Og arfleið mín líkar mér vel. You see, the word of God is a double-edged sword. Þið sjáu að orð Guðs eins og tvíeggja sverð. On one side, it tells you how we should live. Á annan veginn þá segir það hvernig þú átt að lifa. On one of the other sides, it tells us the consequence if we don't live that way. Og síðan segir afleiðingarnar ef þú vilt ekki lifa þannig. And we see in the scriptures in Ephesians 4 Í Efesus 4. kaplanum þá sjáum við í ritningunni that one of the reasons why Jesus gave us the evangelists, the apostles, the prophets, the shepherds, the teachers was to train and equip the saints for works of service. Það segir hann að ástæðan fyrir að hann gaf þessa gjöf að sumir eru postular, spámenn, trúboðar, hirðar og kennarar að þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu té. For building up the body of Christ. Líkama Kristi uppbyggingar. Until we all attain to the unity of faith and the knowledge of the Son of God. Þangað til við verum allir einhuga í trúnni og þekkingun á syni Guðs. To mature manhood. Verðum fullþroska. To the measure of the stature of the fullness of Christ. Og náum vaxta takmarki Krists fyllingar. You know, when I read about the fullness of Christ, it tells me that there's different measures that we can live in. Og þegar ég að lesa og fræðast fullnustan í Kristi, að þá eru eins og séu mismunandi stig eða mismunandi hólf í hvar fólk vill vera. It can be a little bit. Það getur verið lítið. We can have a little bit more. Þú getur verið aðeins meira. We can have a bit more. Eða aðeins pingulítið meira. Or we can have the fullness. Eða þú getur bara tekið allan pakkan, bara fullnustuna. But if we look at ourselves as a vessel, en ef við horfir á sjálfa þig sem ker, the Bible tells me that I must decrease, that Christ in me would increase. Þá segir orðið mér að ég þarf að minnka svo hann megi vaxa. So if I want the fullness of Christ, there's going to have to be some changes and sacrifices in my life to attain it. Þannig ef ég vill fullnustu Krist, þá þarf einhverjum umbreytingar að eiga sér stað til þess að þetta geti gerst. You can't keep pouring into a vessel if it's full.
ef að Guð heldur áfram að hella í ker og It's það going to fyllist overflow. og þá mun verða yfirflæði. You need to take something out of the vessel to make space for more of what you want in the vessel. Þá þarf að taka eitthvað úr kerinu til þess að fá meira, til þess að meira komi stað. So if I want the fullness of Christ, Þannig ef ég vil fullnustun í Kristi, then Callum has to decrease. þá þarf Callum að minnka So I get more of Christ. til þess að ég fái meira af Kristi. So how do we do this? Hvernig framkvæmum við þetta? Huh? How do we do this? Hvernig gerum við þetta? Well, we see in the scripture it talks about the narrow way, Við sjáum í ritningu það tala mjóa veginn the narrow gate, eða mjóa hliðið which leads to life, sem leiðir til lífs and the wide gate, og síðan það breiði vegurinn which leads to life and destruction. sem leiðir til glötunar. So we have to pick. Þannig að við þurfum að velja. We're going to start walking the narrow way. Ætlum við að ganga mjóa götuna So what is the narrow way? og hvað mjóa gatan? The narrow way comprises everything that's attained in here. Það allt sem ritningin inniheldur. Það mjói vegurinn. So if it's not in the scripture, Ef það ekki í ritningunni, then you shouldn't be doing it. þá ættir ekki að vera að gera þetta. And if you don't know what's in the scripture, Ef þú veist ekki hvað ritningin inniheldur, now's a good time to start learning. þá bara góðu tími til að byrja á því, að So- lesa. You can come along every second Wednesday. Þið getur bara slegist í hópin, annarkvot miðgudag, We have a Bible study. og þá erum við með biblíukenslu. We're teaching through the foundations of living as a Christian life. Og við erum að kenna grundvallar atriðin að vaksa og lifa í Kristi. So come along. Þannig að slástu bara í hópin. Not this Wednesday, next Wednesday. Ekki núna á miðgudaginn, heldur næsta miðgudag. At the moment, there's 3 home groups. Við erum með 3 heimahópa í gangi núna. My brother Hilmer here in Keflavik, Bróður minn Hilmar hér, hann með einn hóp í Keflavík. Sibbe and Ali in Sippa og Alli Kópavogur, eru með hóp í Kópavogi and myself and my wife in Grafavoga. og við erum í Grafarvogi, Okay, kona mín og ég. in Grafavoga. Okay. So, sorry for the advert in the middle of my sermon, Afsakið auglýsingar í miðri predikun, but it felt appropriate. en mér fannst þetta passa. Amen. So, that's another point. If you want the fullness, Þannig að þetta annað atrið. Ef þú vilt fullustuna, a Sunday is not enough. sunnudagur bara eitt sunnudagur ekki nóg. I love to encourage you. A Sunday is a great day. It's the gathering of the saints. It's a body of believers coming together in corporate worship, praising God, anointing, prayer, hearing the word, God working in our hearts and minds, opening our hearts. Og jú, það voða gott og þetta fallegu sunnudagur, við komum saman og erum að uppörfast í orðinu, lofum saman og erum að skerpa hvort annað, mjög gaman. But if you want the fullness, En ef þú vilt fullustuna, if you want to grow to maturity, ef þú vilt full þroskast, we need more. þá þurfum við meira. You need to be reading the word daily. Þú þarft að lesa biblíuna daglega, You need to be praying daily. vera á bæn daglega You need to be operating in the gifts. og starfa í gjöfum andans. If you don't know what gift you ask God. He'll tell you. Ef þú veist ekki hvaða gjafir þú hefur, þá bara spyrðu Guð og hann mun segja þér það. Ask him. Spurðu hann bara. He's not shy. Hann ekkert feiminn. And there's no reason for us to be shy because he knows the gifts he's given us. Og það engin ástæð að vera feiminn því að hann veit alveg gjafirnar sem hann hefur gefið okkur. Praying tongues. Biðja í tungum. You don't know what to pray for. The Spirit intercedes on your behalf if you pray in tongues. Og Biblían segir okkur ef þú veist ekki hvers á að biðja, þá biður andinn fyrir þér. Get in the Spirit. Farðu í andan. Get the radio out and get in tune with the Holy Spirit. Where are you? What are you saying, God? En svo stilli bara útvarpið bara á hvað bylgjartu Guð. Tune in to what he's saying and wants to do in your life. Samstiltu við Guð og heyrðu hvað hann að segja inn í líf þitt. You're his anyway. Þú ert eign hans hvað sem He's purchased you. Hann hefur keypt þig dýru verði. But if we're true, how many of us, when we look in the mirror, actually believe that we are living for his glory? En hvað mörg okkar sem trúaði þegar við horfum í speilin að við séum raun og veru að lifa fyrir hans dýrð?
Or how much of our lives is actually living out the desires of our flesh still? Eða hversu mikill hluti lífs okkar bara að við erum að lifa út frá eigin holdi. But every day we put the old man to death. En að hvern dag þá erum við að grafa gamla mannin. We pick up the cross. Við tökum upp krossinn We start walking the narrow road. og byrjum að ganga mjóa veginn. The devil's got a great marketing campaign. Djöfullinn hann með geggjaða markasáætlun. He will offer everything the flesh wants. Hann bara opinn fyrir öllu sem holdið vill. Every desire and lust you have, he will offer it to you. Sér hver girdi eða losti þú hefur, þú færð það bara frítt. He even tried it with the Lord in the garden, in the wilderness. Hann reyndi þetta með þess að við drottin sjálfan í eyðimörkinni. His strategy hasn't changed. Hann ekkert með ný bragð undir í erminni. He knows our weaknesses. Hann þekkir veikleika okkar. But the amazing thing with God is, En það undraverða við Guð þetta. in the moment we realize that we are being tempted, Að leið og við vitum að það verið að freista okkar. if we call out to him, Ef við köllum til hans, he makes the way of escape. þá gefur hann undankomu leið. My brother reminded me that after the last time I preached. Ég var að minna hann á þetta vers eftir að síðast ég praktikaði. God makes the way of escape so we don't fall into temptation. Að Guð hann sér til þess að ekki bara þú fyrir staðist, heldur undankomu leið í freistingunum. But we need to ask him. En við þurfum að biðja hann. It's still our choice. Það enn veltur á okkar vali. That's the crazy thing with free will. Það þetta klikkaða með frjálsan vilja. We can choose. Við getum valið. We choose we want to live on the narrow road, Við getum valið að þú vilt lifa á mjóa veginum or we want to go through the wide gate. eða þú vilt bara breiða vegin og víða hliðið. If you want to stay with a small measure, Eða þú vilt bara lítið af fullnustu, go through the wide gate. þá skuldum bara skella þér á stóra hliðið. You'll get into heaven as one as escaping through the fire, Og þú kemst í himnaríki eins og einhver sem að frelsast úr brunarústum. or you go through the narrow gate and you start to increase in more of Christ, less of me. The fullness of Christ starts to become apparent in our lives. Eða þú ferð á mjóa vegin og þú byrjar að vaksa og dafna og þú ferð að opinbera Guðs ríkið. Philippians 3, 2-11. Filipi brefið 3, 2-11. 2:11. We see Paul talking to us here. Við sjáum að Páll að tala til okkar. He's telling us to look out for the dogs, and look out for the evildoers, look out for those who mutilate the flesh. For we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus, and put no confidence in the flesh. 3, okay, it's next chapter. Okay. Yeah, okay. Though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone thinks he has a reason for confidence in the flesh, I have more. Gefi gætur að hundunum, gefi gætur að hinum vondu verkamönnum, gefi gætur að hinum sunduskornu. Vér erum hinur umskornu. Vér sem dyrkum Guð í anda hans og miklust af Kristi Jesú og treystum ekki ytri yfirburðum. Jafnvel þótt ég hafi einnig þá ytri yfirburði sem ég gæti treyst, ef einhver annar þykist geta treyst ytri yfirburðum, þá get ég það fremur. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law a Pharisee, as to zeal a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. Ég var umskorinn 8. degi af kyni Ísraels, ættkvísl Benjamíns, Hebri af Hebrum, farisi í afstöðu minni til lögmálsins. 6. Yeah. Og svo ákafur að ég ofsótti kirkjuna, ef lítið á réttlæti sem fæst fyrir lögmálinu, var ég vammlaus. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Amen. En það sem var mér ávinningur, met ég nú vera tjón, sækir Krist. Já, meira að segja, met ég allt vera tjón hjá þeim yfirbörðum að þekka Krist Jesú, drottinn minn.
Sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist og reynst vera í honum. Nú á ég ekki eigið réttlæti, það fæst fyrir af lögmáli, heldur það fæst fyrir trú á Krist, réttlætið frá Guði með trúnni. Amen. You see, Paul's starting to tell us about the self-righteous. Páll byrjaði að segja okkur frá þessum sem að vilja réttlæta sig sjálfur. The people who can get salvation by their own works, by their own flesh, by who they are. Fólk sem getur fengið eignast hjálpræði fyrir eigin framistöðu eða fyrir einhvern titil. We are the circumcision, those who worship by spirit and of God and glory in Christ Jesus and put confidence in the flesh. Við erum af umskurninni en ekki af, where is it, number 3. Við erum hinir umskornu, við erum sem dýrkum Guð í anda hans og miklust af Kristi Jesú og treystum ekki ytri yfirburðum. And then he goes on to tell them, if anyone has reason to have confidence in the flesh and who they are, it's me. Og hann að segja þeim, ef einhver geti hrósað sér af hver hann væri í holdinu, og þá væri það hann sjálfur. Circumcised on the 8th day, he complied with the law. Umskorinn á 8. degi, alveg samkvæmt lögmálinu. Of the people of Israel. Af kyni Ísraels. The chosen nation. Það útvalin þjóð. The tribe of Benjamin. Ættkvísl Benjamíns. The same line through which King David came and through which Jesus came. Þetta sama ættarlínan og Davíð og Jesús koma í gegnum. A Hebrew of Hebrews. Hebri af Hebreum. As to the law of Pharisee. Farisea í afstöðu sinni til lögmálsins. As to the zeal of persecutor of the church. Og svo ákafur hann ofsótt í kirkjuna. As to righteousness under the law, blameless. Ef að lítið á réttlæti sem fæst með lögmálinu var hann vammlaus. And then he gives us 3 lines which he escalates each time he says it. You can see how it's intensifying when he says it. Segir hann okkur svona í 3 línur sem að fara stigvaxandi eftir því sem hann heldur áfram að tala við okkur. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. En það sem var mér ávinningur met ég nú vera tjón, sagir Krist. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Já, meira segja met ég allt vera tjón hjá þeim yfirburðum að þekkja Krist Jesú, drottin minn. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in him. Sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist. So if we think we have anything to boast in, Þannig ef við höldum að við getum gortað okkur eða montað okkur af okkur, we don't. þá það bara ekki svo. We do not attain righteousness by self-works. Við getum ekki eignast réttlæti með eigin framistöðu. We do not attain righteousness because of our lineage. Við getum ekki eignast réttlæti af því að ættatréð okkar lítur þannig út. It's not from our inheritance. Það ekki af eitthvað sem við getum erft. It's not from how much we know the word or maintain the law. Hefur ekkert að gera með hversu mikið þú þekkir Biblíuna eða lögmálið. It's because we have received the imputed righteousness of Jesus Christ. En það vegna þess að við höfum meðtekið réttlæti sem gefið af Jesú Kristi. And he's saying he counts it all as loss. Og hann segir, ég meta allt sem sorp. Then he's counting everything as rubbish. Og það allt, þetta bara drast, segir hann. To gain the fullness of Christ. Miðað við það að eignast fullustuna í Kristi. It's not something to be taken lightly. Þetta ekki eitthvað sem við tökum léttvægt. It's not about religiosity. Þetta ekki verið einhverju trúar helgislepju. It's about a personal relationship with you in Jesus Christ. Þetta persónulegt samfélag milli þín og Jesú. Where you are decreasing. Það sem að þú ert að minnka. And you count everything in your life as rubbish. Og þú metur allt í lífinu sem sorp. To gain the surpassing worth of knowing Christ Jesus. Bara fyrir það að fá að þekkja drottin Jesú Krist. That he increases in you. Að hann megi vaksa í þér. And that's what the world sees. Og það það sem að heimurinn mun sjá. It's not about us. Þetta ekki einhver balance. Not about us. Þetta fjallar ekki okkur. It's all about him. Þetta fjallar allt hann. The only part we have to play in this Eina þáttaka sem við
is we're willing to die to ourselves, að við erum viljug að deyja sjálfum okkur, to deny ourselves, afneita sjálfum okkur to deny everything that the flesh lusts after. og afneita öllu því sem að holdið vill girnast. And as we persevere in faith, Og eftir því sem við framgöngum í trú, so we get the obedience of being a saint. og þá það launin fyrir hlýðnina að vera heilagur eða helguð. We start to live a disciplined life as a Við förum að Christian. lifa öguðu lífi sem kristni As we start to reduce, og við byrjum að bera ávöxt. as we spend more time in the Word, Og eftir meiri tíma sem við eigum í as we samfélagi spend í more orðinu time in worship, og í lofgjörðinni as we spend more time with Him, og við eigum meiri tíma með honum, sitting on Abba Father's knee, að sitja bara á kné föðursins, saying, "Here I am, God. segir bara hér ég, Guð. I want to be changed by you. Ég vil umbreytast af þér. Renew my thinking, Lord, as I read your word. Endurnýjaðu hugarfarið mitt þegar ég að lesa í orðinu. Thank you, God, that you replaced my heart of stone with a heart of flesh. Þakka þér fyrir að þú gefur mér nýtt hjarta af holdin, ekki af eitthvað grjót hjarta. That you write your word upon my new heart. Að þú rítar lög þín á hjarta mitt. That from the overflow of my heart now, Lord, I can live and bring glory and honor and exalt you in my daily activities. Og ég get lífað frammi fyrir þér og gefið þér alla dýrðina í mínu daglega lífi. We can live as a lamp on a lampstand. Við getum lífað eins og ljósker sem sett á stand. We can truly be that Christ ambassador that we are called to be. Við getum verið þessir erindrekar að sendiherrar Krists sem hefur verið kölluð til að vera. We can operate in the ministry of reconciliation which God has given us. Við getum gengið fram í sáttagjörðinni sem að Guð hefur kallað okkur til. As we decrease and Christ in us increases. Eins og við minkum, þannig mun Kristur vaksa. But we need to want the fullness. En okkur þarf að langa í fullnustuna. God wants to give it to us. Guð vill gefa okkur hana. He has given us abundant life. Hann hefur gefið okkur líf í nættum. God is not a God with long pockets and short hands. Guð ekki með langa síða vasa og stuttar hendur. What do you desire? Hvað þráir þig? Do you want all of Christ? Viltu alla fullnustu Krist? Are you willing to die to self? Ertu tilbúin að deyja sjálfu þér? That you may gain it all. Að þú meir eignast allt. Him increasing, Hann að vaksa, us decreasing. en við að minka. And the world being changed and transformed as we become more Christ-like. Og heimurinn umbreytist eftir því sem við verðum líkari Kristi. Salt and light, Salt og ljós. lamps on the lampstand, Við erum ljósið á stikunni. ablaze for His glory. Það staðurinn fyrir dýrðina hans. God wants to deal with us today. Guð vill eiga við okkur hér í dag. He's offering this to each one of us today. Hann að bjóða fram fyrir eitt og sérkvört okkar hér í dag. Is your heart stirred for more of Him? Hjartað þitt hrært og langar eftir meira af honum? Are we willing to lay it all down? Ertu tilbúin að leggja allt til hliðar? To count it all as garbage? Að líta á allt sem sorp? To count everything as a loss? Allt bara drasl To gain the fullness of til Christ? þess að eignast fullnustuna í Kristi. You can see the way the world is moving at the moment. Við getum séð hvernig drottin að hrærast á þessari stundu. This is not a time for lukewarm Christianity. Þetta engin tími til þess að vera í einhverju hálfvelgju. You will be swayed the wrong way too easily. Og þá búið að blása þér út á rangan veg of auðveldlega. This is time for you to make a decision. Þetta tími fyrir ákvörðanatöku. I'm all in, God. I want all of you. Ég gef allt. Ég vill bara fara alla leið með þér. I'm not happy being lukewarm. I'm not being happy being half full. Mér líkar ekki að vera í þessari hálfvelgju, að vera svona hálf, bara fullur til hálfs. I want it all. Ég vill þetta allt. I'm willing to walk the road with you. Ég vill ganga veginn með þér. On your terms, on your conditions. Á þínum skilyrðum, ekki mínum. According to your word. Samkvæmt þínu orði. Help me, Lord. Hjálpaðu með drottin. If God is pulling at your heart, Ef Guð að toga í hjartað þitt, let's pray. þá skulum við biðja. You speak to God. Þú tala við Guð.
You ask him to fill you. Þú biður hann að fylla þig. You ask him to show you. Þú biður hann að sýna þér. If there's things hindering you, ask him to point them out that you can put them to death. Ef það eru hluti sem að standa í vegi eða hindra þig, biðdu þau að sýna þér og hvernig þú að losa þig undan því. If there's something you need broken off you, some chains or hindrances or addictions that's hindering you, ask him, he'll break them for you now. Ef það eru einhverjir hlekkir eða fíkn eða eitthvað sem bindur þig, biðdu hann að losa þig undan því núna. Don't wait for tomorrow. Ekki bíða til morguns. Ask God now. Biðdu Guð núna. Amen. Amen. Heavenly Father, we thank you for this day. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir þennan dag. We thank you for the word that you've spoken to us. Við þökkum þér fyrir orðið sem þú hefur talað til okkar. We pray, Lord, that for those that you're tugging on their hearts, Við biðjum fyrir þeim sem að þú ert að toga í hjarta þeirra. come, we pray, Lord, come. Við biðjum að koma, Drottin, kom þú. Speak to your children, speak to your sons and daughters. Talaðu við börnið þín, talaðu við syni þín og dætur. Break the chains from those that need to be set free, Father. Brjóttu hlekkina sem þurfa að losna undan oki. Addictions broken in Jesus' name. Fíkn og annað brotið í nafni Jesú. The people that need to learn how to follow you, Lord, give them a passion in their hearts for your word and for your ways. Fólk sem þarf að læra að fylgja þér, gefðu þeim bara þrá eftir að ganga vegu þína. Come and fill us afresh with your Holy Spirit. Fyllt okkur á ferskan máta af þínum heilaga anda. Set us on fire for you, Jesus. Gerðu okkur eldi logandi fyrir þig, Jesús. People that are in good jobs, Lord, but not God jobs, I pray you point out to them that the jobs are not your will. Og fólk sem í góðri vinnu, ekki guðlegri vinnu, biðum að benda þeim á. Reveal your plan and purposes, Father, Opinberaðu áform þín, Drottin, to each one of us. fyrir eitt og sérkvæmt okkar. Identify, let us know what part of the body you're calling us to play. Sýnd okkur á hvaða stað á líkamanum þú vilt að við séum sett. The gifts you have for us. Gjafirnar sem þú hefur fyrir okkur. Show them to us, Father. Sýnd okkur þau. Teach us how to use them Kend okkur að nota gjafirnar and set us free. og sett okkur frjáls. In Jesus' precious name. Í Jesú blessaða nafni. Amen. 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 You got something to say, brother? Alveg hérna í lofgjörunni, hann var að spyrja mig hvort ég hafði eitthvað að segja. You asked me if you had something in the worship. I felt there was someone with like something like a left hip, like right here. If that speaks to you, I believe the Lord wants to heal you.